skapaði bæði jörðina og lífið á jörðinni. Og af því að þessi boðskapur skaparann og sköpunarsöguna eins og hún skráð í Biblíuna hefur verið vanrækt af boðendum mörgum hverjum í kristna heimi. Af því að þeir hafa vanrækt þennan boðskap að okkur ber að tilbiðja skaparann, að þá hefur þróunarkenningin fengið að festa rætur á meðal kristina. Svo að nú í lokin, Guð í kærleika sínum, áður en allt verður seinað, þá gefur hann jarðarbúum tækifæri einu sinni enn, til þess að taka mark á orði hans. Og þar lögð áhersla á, það dómur. Dómurinn hafinn. Og svo þetta að við vorum sköpuð. Frelsarinn okkar skaparinn. Og þið hafið oft heyrt mig segja það í námskeiðum og annarri fræðslum, að ég bara skilja ekkert í því. Af hverju fólk viðurkennir frelsarann, Jesús svo yndislegur og góður, fyrir að afneita skaparanum, og skaparinn og frelsarinn, samkvæmt orði Guðs, ein og sama persóna. Kristið fólk, af öllu fólki, ætti að hugsa rökrænt. Skaparinn Jesús Kristur. Frelsarinn Jesús Kristur. Hvernig ósköpunum getum við klippt bara fyrstu kafla Biblíunnar bara út úr sig svona? Og ættust til þess að Drottinn heiðri okkur fyrir það að kenna það sem hann kallar lygar. Og takið eftir, í 4. og 5. versinu, í þessum 14. kafla Åpenbókarinnar, mjög mikil áhersla lögð á mismuninn á milli sannleika og lygi. Svo að ég bara árétta þetta vini, það eitthvað svo yndislegt að treysta skaparanum okkar fyrir öllu hjálpræði okkar. Því að það boðað við jarðarfarir oft og einað í hvaða trúfélagi sem játar kristna trú, að nú sé hinn látni sem verið að jarðsýkja komið til Guðs, komið til himins. Þegar að Biblían kennir að Kristur kemur til að sækja fólkið sitt. Það nokkru komnir til himins, þrátt fyrir það. Munið eftir þegar Kristur dó á Golgata krossinu, að þá var mikill jarðskjálfti og grafir margra helgra manna opnuðust og þessi dánir, þeir gengu og sáust af mörgum í Jerúsalem. Þessi voru eins konar frumkróni sem fóru með Jesú þegar steigu upp til föðuris og til himna eftir, það í uppstigningunni. En Kristur á eftir að koma til að sækja allan fjöldan af hinnu trúuðu, og þá á ég við auðvitað þeir sem hafa meðtekið allan sannleikann. Nú vil ég ekki hljóma sem slíkur að aðeins þeir sem hafa haft tækifæri á að lesa alla Biblíuna og læra alla Biblíuna verði hólpnir. Því að það margir í vissum sem hafa ekki haft kost á að kynnast Biblíunni. Og í sömu tilvikum ekki einu sinni að heyra kristniboða eða kristin einstakling sem boðar hjálpræði Jesú Kristi. Margir slíkir verða samt á himni og Páll postuli gefur þetta til kynna í 2. og 3. kafla í Rómverjabréfinu. Svo að mennirnir því án afsökunar þó þeir hafi ekki alla frelsluna. En allt sem að menn tileinka sér til hjálpræðis þarf að vera í samræmi við orð Guðs. Ef það villukenning, mun Kristur ekki kannast við það á efsta degi. Svo það 3 englar þarna í Åpenbókinni í 14. kafla í 6. og 7. versinu sem koma hver af öðrum og virðast fljúga umhverfis jörðina. Þetta táknmyndir yfir boðskap og þá sem boða. Og þeir koma með þennan boðskap að það komið dómur á himni og þegar honum líka þá nána tíminn á enda. Þá kemur Kristur. En svo einnig boðað að við eigum uppruna okkar
í sköpuninni sem á sér stað á 6 dögum, eins og sagt frá því í byrjun á köflum Biblíunnar. Svo að bara svo ég minni á lítilræði hérna í Opinberunarbókinni í 14. kafla og 12. versi, það Kristur sjálfur sem, með fyrirkefiði, hann höfundur Opinberunarbókarinnar, ég hélt ég var að vitna í annan texta, þannig hann kemur á eftir, að þarna segir drottinn, hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Þeirra varðveit á boð Guðs og trún á Jesú. Ég minnist þess að svo oft í allri minni, tíð, fullorðins árum sem boðberi fagnaðar erindisins, að þá eru ofta menn koma tíminn og segja, þykist þú vera eitthvað heilagur, Steini? Ertu eitthvað heilagur en við hinir? Nei, ég vil aldrei kannast við það, að ég sé heilagri. En ég minni fólk á að þeir sem að Guð kallar í orði sínu hina heilugu, þetta eru syndarar. Syndarar eins og Stefán Þórðarsson. Sumir verri og sumir betri, en allir eru þau syndarar sem þurfa á hjálpræði að halda. En það eru þessi sem leitast við að hafa í heiðri boðorð Guðs, öll, undanbragðalaust. Og við komum aðeins betur að því hérna á eftir. Kristur lagði sjálfur áherslu á lögmál Guðs. Lesum við bara í fjallræðinni, í Mattheusar Guðspjalli, þar sem hún byrjar í 5. kafla og það í 17. til 19. versi, þá segir Jesús Kristur sjálfur, ég ekki komið til þess að niðurbrjóta lögmálið, heldur til að uppfylla það. Og þá heyri ég marga kennimenn segja, og þeir hafa sagt það við mig, já, Kristur uppfyllti það fyrir okkur. Eins og við þurftum ekki að hafa það í heiðri. En þið eftir að sjá það að sjálfur drottinn leggur ríka áherslu á að hann sjái það hjá okkur, að við lærum að elska lögmál Guðs, ekki sem einhverja byrði, heldur sem eitthvað sem svo sjálfsagt að halda og hafa í heiðri, alveg svo við viljum hafa í heiðri umferðarreglurnar hér á landi, annars verður allt í öndveiti á vegunum, það ekki rétt? Svo að Kristur benti á boðorðið, á lögmál Guðs, þessa stjórnarskrá sem ég kalla Guðs ríkis. Og látið ekki ykkur detta í hug, elsku vinir, að eftir að drottinn hefur útrekið Lúsífer fyrir uppreisn á himni, þar sem að hann laug upp á Guð og spillti friðnum á himnum og braut hann með öll 10 boðorð Guðs og var rekinn út af himni fyrir þessi verk sín, að hann fara að bjóða öðrum uppreisnarseggjum velkomna inn í himinin að lokum sem við værum, en við viljum ekki hafa þessi boðorð í heiðri. Við þurfum að læra að elska þessi boðorð.